Þetta klárt, bláa treyjan. Hvernig tilfinningin svona rétt eftir opnunarskrifunni? Það var bara mjög góð. Þetta spennandi klúbbur, mikið ungum og öllur leikmennum og góðu þjálfari. Það mjög spenntið fyrir veturinn. Það komið svolítið langt liðið á sumarið, þannig að þú ert alveg verið að skoða einhverja hluti. Hvað svona ég? Eins og ég sagði bara, mér finnst það spennandi klúbbur og að vera stígandi í klúbbnum undanfarið ár. Og bara ég þekki persónulega Borsi, þetta hann kringum 10 ár og er hrifinn af hvernig hann spilar körfubolta. Og svo er hópurinn, lítur hann vel út. Önnur félög, var þetta erfið ákvörðun einhverju leyti? Það voru einhverjir möguleikar sko. Ég var aðalega ástæðan af hverju ég var svona seinni ég var að skoða út og það er svona, ég þekki ekkert sem ég vildi. Og þannig að þá fórum bara hvað myndi að gera þetta heima og ég hendaði mér best. Seljaskóli, þetta er svolítið uník heimavöllur núna. Hefurðu spilað vel hérna? Já, ég held ég hef spilað ágætlega, átt nokkra góða leiki hérna, en svo náttúrulega er þetta með besta stundum minn á Íslandi. Það er spennandi, það er erfitt að koma og spila með það á móti. Svona leggja einhverja tillögur inn fyrir lagi þig fyrir Gett og Flug? Nei, þeir hljóta að finna það. Þú ert ekkert með eitthvað svona? Nei, persónulega það var ég ekkert með þessu svoleiðis. Kannski fallegra heldur en þessi kvöldið á mig í fyrra, en ég vona það alveg. Ferð frá Grindavík núna, er það erfiðir viðskilnaðar einhverju hluti? Já og nei, ég var alveg tilbúinn að breyta til ferðina sér. Þannig að ég batt mjög góð ár hjá Grindavík og það er ekki hægt að segja eitt slæman hlutum Grindvíkinga á mínum mati. Þannig að það er erfitt að kveðja, en ég er að fara í skóla sjálfur og hann er í bænum, þannig að það er ekkert það erfitt að þurfa ekki að keyra brautina sko. Ég var alveg góð, ég keyrði hana allt senast ári, þannig að ég kom gott að henni. Í liðið sjálft, þetta eru mikið ungu leikmenn, svo Matti náttúrulega og aðrir. Sterkir leikmenn, það er ekki spennandi að fara inn í svona keppni? Jú, ég er mjög spenntið fyrir því. Þetta eru margir efnilegir og flestir sem tóku stórskref í fyrra og það bara vonandi þetta ekki enn stærra í ár og maður geti hjálpað hann eitthvað við. Finnst þið mér að pressa þér eftir síðast tímabil að delivera hér? Já, algjörlega. Ég hef alveg átt betri vetra heldur en í fyrra, þannig að maður þarf að rífa sig upp og gera eitthvað að viti. Glæsilegt, ég held að það sé bara gott.